Já, komiði sælir áhorfendur góðir hér í KA TV. Hér heldur betur mikilvægur leikur að fara að hefjast í Ólísdeild karla. KA gegn Selfoss, landsbyggðarslagur hér í KA-milinu. Og verður virkilega áhugavert að sjá hvernig þetta fer hér í kvöld. Ekkert langt síðan liðið mættust í undanúrslitum bikarkeppninnar sem að KA vann 1 mark sigur eftir framlengdan leik. Og alveg ljóst að hér verður hart barist. Sjáum hérna stöðunni í deildinni fyrir þessa næst síðustu umferð deildarinnar og síðasti heimaleikur KA í deildarkeppninni. Það er ennþá möguleiki KA að fara ekki úrslitakeppnina. Sjáum að Grótta er 3 stigum eftir okkur, þannig að ef allt gengur afturfótunum þá mun KA missa á sæti í úrslitakeppninni, þannig að það er mikilvægt að klára það bara einfaldlega í dag með heimasigri gegn Selfyssingum. Selfoss er í 5. sæti með 24 stig. Og KA getur náð 24 stigum með sigri hér í dag og sigri gegn Gróttu á Seltjarnarnesi í lokaumferðinni. En sjáum bara hvað setur hér í dag. Það ætla að væta alveg ljóst. Við erum að fara að fá hörku leik. Já, Ágúst Stefánsson heiti ég, verð með ykkur hér í dag. Mér til aðstoða verður svo Baldur Halldórsson og Stefán Jóhannsson. Eins og segið, það styttist í að þetta fari af stað hérna, liðin að fara að koma sér inn á völlinn. Þessi lið mæst óttalega þó nokkrum leikjum undanfarin ár og nær allir hafa verið háspenna lífshætta og við erum á nokkurs vafa að fara að fá þannig leik hér í dag. Og eins og segja, komur rauninni ekkert á óvart að bikarleikurinn á dögunum var framlengdur og var þetta algjör veisla. En já, spurningum til föring var að bara byrja að renna yfir liðin. Þau eru að koma hérna, já, byrjum á liði gestana. Rötti KA-lið inn á völlinn. Það er svolítið fjöldi sem er hérna í hurðinni, en ef við erum hér í grændi KA-lið, endilega drífið ykkur í húsi, við þurfum eitthvað stuðning að halda. En hérna sjáum við lið gestana í markinu. Númer 1 Vilnius Rasimas og númer 88 Sölvi Ólafsson. Útileikmenn þeir Karlis Stropus, Herger Grímsson, Elvar Eli Hallgrímsson, Guðmundur Hólmar Helgason, Richard Sæþór Sigurðsson, Sverrir Pálsson, Atli Ævar Ingólfsson, Ragnar Jóhansson, Hannes Höskuldsson, Guðjón Baldur Ómarsson, Einar Sverrisson, Tryggvi Þórisson, Alexander Már Egan og Tryggvi Sigurberg Traustason. Þjálfari Selfoss er svo að sjálfsögðu Halldór Jóhann Sigfússon. Bjóðum Dóra innilega velkomin í KA-lið. Hérna hefur hann unnið allt sem hægt er að vinna, þar að segja í gulutreyjunni. Og tímabilið 2004 til 2005 var hann markakongur deildarinnar í KA-treyjunni. Íslandsmeistari 2002 og 97, deildarmeistari 96 og 98 og 2001 ef maður rétt. Og með öll þau ár og bikarmeistari 96. Það er þokkalegur árangur. Og svo býðum við það líka velkomin í Guðmund Hólmar Helgason, uppalinn hér í KA og var Íslandsmeistari í yngleflokkum með félaginu. Og auk þess sem að Karlis Stropus og Atli Ævar Ingólfsson spiluðu með sameinuðu Akureyrar. En byrjum þá að kíkja á lið KA. Og það er svona í markinu nummer 16, Nikolas Satsvel kom með 201 varriskot, það er 30% varsla, það er bara mjög fínt. Og með honum er með 23 Bruno Bernat, hann er með 29% varslu, 84 boltar. Hansi stöðugir þeir Nick og Bruno. Og svo nummer 3, landsliðsmaðurinn okkar Óðinn Þór Ríkhardsson. Algjörlega magnaður í vetur, komið 170 mörk, það er 7,4 mörk að meðal í leik. Algjörlega stórkostlegur leikmaður og verður einmitt eini hægra horns leikmaður sem er í landsliðinu. Það er umspil á EM.
Númer 4, Patrekur Stefánsson, Patti magnaður á miðjunni. Númer 6, Arnór Ísak Hallsson. Arnór búinn að taka risaskref í vetur og bæta sig gríðarlega ennþá ungur og efnilegur í U20 landsliðinu. Númer 10, Skarphéðinn Ívar Einarsson, líka ungur strákur sem hefur verið að stíga stór skref í vetur, magnaður Skarpi. Númer 11, Ólafur Gústafsson. Óli heldur betur búinn að vera magnaður í vetur og ég er búinn að sína það að hann getur ennþá heldur betur spila sóknarleikinn. Númer 17, Ísak Óli Eggertsson, ungur strákur sem er að fá stærra hlutverk hjá okkur. Númer 21 og svo fyrirliðinn Jón Heiðar Sigurðsson. Jón gefur náttúrulega alltaf allt á sér og er mikið í því að skapa fyrir liðsfélaga sína. Númer 22 er Freysi Arnar Freyr Ástránsson. Hann er náttúrulega ekki síður mikilvægur í vörn sem á sókn. Hann er bakvörðurinn í vörninni og svo vinstrihornið í sókninni hjá okkur. Og númer 25 er færeyski töframaðurinn Allan Norberg. Hefur komið mörgum óvart með sinni framvindu í hægri skyttunni. Algjörlega magnaður í færeyingurinn Knái. Númer 28 er svo Einar Birgir Stefánsson, sá danski á línunni. Komið með 42 mörk í vetur og 100% vítanýtingu. Búinn að skora eina vítanýtingu sem hann hefur tekið. Aldrei séns á öðru þar. Númer 33 er svo Jóhann Geir Sævarsson. Og 41 er Haraldur Bolli Heimisson. Einnig eins og Arnór Ísak valinn í U20 landsliðið núna í dag og hefur heldur betur verið að sína það að hann er klár í slaginn í deildina bestu. Númer 44 svo Varnar Jaxlinn Ragnar Snær Njálsson og ekki nóg með það að fara að vera magnar í vörninni. Þá var að koma með 3 mörk í vetur. Getur ennþá heldur betur bitið frá sér sóknarlega líka. Númer 77 svo Hilmar Bjarki Gíslason og þjálfari svo sjálfsög Jónatan Magnússon. Jæja Baldur, hvað segir, hvernig líst þér á þennan leik? Bara virkilega vel. Ég reikna með mitt bara öðrum hörkuleik eins og í undanúrslitunum. Já, það er allavega eitt ljóst að það verður ekki framleitt hér í dag. Nei, sem betur við. Ég hef ekki taugar í meira. Já, ég sé að kæmi lítið á að þetta myndir ráðast á loka sekúndunum. Ég held að nær allir leikir sem lið eftir að KO koma aftur upp til þeirra bestu hafa ráðist á síðustu mínútunni. Já, þeir eru dálítið mikið fyrir spennitritin. Þetta eru, tvö stemningslið sem að virðast ekki kunna að ganga frá leikinu sínum. Það er alltaf að spenna. Alltaf. Þetta er farið að stað, það eru gestirnir sem byrjaði með boltan. Og leikmenn hérna að heilsast og komast á stað. Það er fín stemning í húsinu, fólk er ennþá að streyma að. En eins og segi, það eru virkilega mikilvægt 2 stig í húfi hér í kvöld. Ja, Hergeir lendir inn í danska, losa boltan, fín fasta bolta hjá þeim. Kemur svo Ragnar skotið og Nick verður þetta og lína dæmd á Atla Ævar. KA vinnur boltan. Já, Nick kom með fyrsta varðaboltan og það er ansi mikilvægt að Nick skilji sín í dag. Já, klálega gott að fá fyrsta boltan og fá svona aðeins auki sjálfstraust. Já, ef ég man rétt þá í bikarleiknum á dögunum þá var Nick með virkilega flottan leik og saman tíma var ekki mikil varsla hjá Selfyssingunum en við vorum eins og að gera svona aðeins fleiri taktikfeila þannig að svona jafnaðist út. Já, klálega. Nick var mjög góður í þeim leik. Þannig leitna hans besti leikum á tímabilinu. Já, Alla með skotið yfir, það er ekkert flaut á þetta, áfram í leikinn og því enn markalaust hér eftir 1,5 mínútu. Selfyssingarnir koma rólega af stað í þetta. Það má búast við svakalegri barð á línunni. Atli Ævar, það þarf mikið að hafa fyrir til að stoppa hann og Selfyssingarnir leita yfirlega mikið að honum. Já, þetta er eitt besti sóknarlínumaðurinn í deildinni. Það er ekki nokkur spurning. En Óli og Raggi verða vantarlega ansi mikið með hendunar á honum í dag. Sjá, Ragnar missi boltan, vel gett af Freysa, hann er að trufla hann og eina danski tegur boltan, kemur Patti, losar hann. Þetta áttur að losa hann á danska. En frábæla Patti og Alexander Rekan styrnir þessu bolta og hér kemur vantarlega fyrsta markið, já, Ragnar Jóhansson með fyrsta markið úr hraðalöpi. Þetta er rosalega klaufalegt, múlmandi yfirtölu og svo fyrsti boltinn varður hjá Viljus Rasimans, sér hérna við Ólafi Gústafsinni
Og Selfyssingarnir koma hér marki yfir. Aftur stelur Freysi boltanum en missar hann út af. Já. Já, skiptir þetta miklu máli að reyna að ná að refsa þegar við vinnum boltan. Já, við erum klárlega að gera betur en þetta. Þetta er virkilega vel gert hjá Einari Sverrissyni. Mögnu skytta og hann er fljótur refsa þarna, kemur ekki út á mótunum. Og fyrstu 2 mörkin eru gestana. Kemur Ólafur Gústason, keyrir á þetta og opnar fyrir Allan Norberg, kemur á strauginu og skorar með 1-2. Það var vel gert. Gerfið heppnaðist fullkomlega. Það heldur betur og þetta er líka málið, bara keyra eins upp hraðan, fá meira tempo á þetta og þarna sendingin hjá Óla á góðum tímapunkti og Allan á strauginu þarna. Vel gert. Hergeir gerir þetta frábærlega, ótrúlega snöggur og með góða hliðarreyfingar og refsar þarna með 3. marki gestana. Já, ekki var slútt að vera endan. Nei, heldur betur. Patti á Allan. Allan er á línuna fyrir gefi og Einar Danski skora sitt fyrsta mark. Já. Og já, þá þurfa þeir að stilla upp gestirnir, náðu ekki alveg setja byrgjunni þarna. En við erum að koma okkur í færi, þurfum við bara að ná að loka vörðinni betur. Já, klálega. Sáum hann að Danski var alveg frýr í smá tíma á línunni. Já, kemur Einar aftur með neglu hérna, þetta kemur upp úr nákvæmlega engu. Þurfum að hafa betri gætur á honum. Kemur Ólafur Gústason innan miðjus og það er hann á Allan. Allan brotið á honum, flottu varnarleikur í Hergeir hérna. Það kemur Óli enn og aftur á strauginu þennan miðju núna og lyftar sér upp og skorar. Já. Það er rosalega gott hvað Óli byrjaði að skila meira sóknarlega fyrir okkur og við þurfum heldur betur á því að halda. Heldur betur. Já. Þarna smá hættu Selfyssingum, vissulega var brotið á Atla Ævari en þessi sending hefði aldrei náða áfangastaðana. Og Jonni situr aðeins út á þetta. Það ræðir þetta málið við Anton Gylfa Pálsson. Ásamt Antoni er alltaf Magnús Kári að dæma leikinn. 2 alvöru dómarar á þessu leik enda eins og það er reynt alltaf með hörkuleik. Já, hörkuleikur. Mikið undir. Algjörlega, og líka gaman að það hefði verið mikið undir eða öllum vígstöðum í deildinni. Kemur Hergeir og skorar og ekkert af þessu. Danski lá þarna eftir en já, Anton gaf merkjum að Óðinn hefði ítt þarna í Richard. Já. Áfram 2 mínútur, aftur losnar Óla en nú er Rasimas frá honum. Rasimas kominn með hvað? Allavega 2 bolta. Já, 2. Ég held að sé komið 2 og 1 framhjá. Og fínt varnarleikur á Ragga. Já, hann núna átti ekki að leyfa Einari að koma upp í skotið á 9 metrunum. Hann var sæktur. Heldur betur og Hergeir reynir að komast með 1-2 þarna en hann var nákvæmlega ekkert pláss þarna.
Hergeir fer sjálfur en vel var hjá Niklas Hatsvel, hann mættur hana. Það var lúmskott hjá Hergeiri en Nick var klár hana. Já, Hergeir beið vel en Nick var mættur. Já, og þarna óttuð hotnið og Arnar Freyr klárar frábærlega hana. Geggjast. Frábærlega. Einmitt, bolti gengur vel hana og það er kannski ekki endilega óttasta færi í heimi en Arnar, hann sveið þarna og beið eftir að Rasimas setti höndina niður og lauma hans við höndina á honum, hausnum á honum. Já, það er smá veisna klukkunangar, markið fór vilt sem megin. Nú er vonandi að ég hefi nógu góða kennslu hér á dögunum. Já, Arnar fáum við inn markið hjá Arnari og Arnar fáum við út markin, aukamarkið sem var bætt við hinum megin og allt er orðið klárt. Já, það var orðið klárt og við getum haldið á hún leik. Klukkan er komin í staðar reyndar en allt í góðu. Núna eru við komnir með þetta. Já, 4-5, gestar mjög vel og Selfyssingar með boltan. Ragnar með lausplás, Renott var Einar á Hergeir milli 1-2 og snýr hann listilega fram hjá Nick þarna. Þannig að Nick sem var að standa og bíða, þetta var þröngt færi fyrir Hergeir sem komið öfum megin. Já, Nick kannski snöggur í hreyfinguna. Já. En enga séu vel gett hjá Hergeiri. Já, klálega, beið bara eftir að sjá opnunina. Já, svo opnunina og sett hans undir hann. Já. Hergeir komið með 3 mörk. Já, koma svo. Á patti milli 1-2, enn er Rasimus að verja. Hann er að byrja líka miklu krafti. Komið með 3 varðabolta. Já, við erum að fá færin sem við vilja en erum ekki að klára þau. Já, sammála því. Við höfum valla verið að taka einhver svona 50-50 skot fyrir utan. Það er allt alvöru færi sem segir alveg ennþá meira hvað er vel getið á Rasimus. Það er komið 3 bolta strax. Einar, milli 1-2, frábær varsla og Niklas Hatsvel. Freysi drippar hérna, losar hann á Patta og Patti brottið á honum, ekki nokkuð spurning við það. Já. Þetta var klókt að losa boltan ekki á Ragga þarna og við veitum ekki að línum að bera upp boltan í hraðlöpunum. Já, það er gott að sleppa því oftast. Já, þó var ekki seint að vissulega gömul skitta, eða gömul stórskitta. Leik náttúrulega bæði í Þýskalandi og Grikklandi hér árum áður. Þetta skot frá Allan Berg og enn er Rasimus að verja. Boltinn fram, þetta er eins og var alveg glórulaus bolti frá Hergeir. Já, enginn átti möguleika þennan. Það er sjálfsögð frá Hergeir en yfirleitt er hann mjög öruggur sínum aðgerðum. Allan keyrir á þetta og reynir að opna fyrir Óðinn. Óðinn verður örugglega í gjörgæslu í dag. Já, mér sýnist að Richard ætlaði ekki mikið að stíga frá honum. En það eru búin að sjá tvísar að þessum menn búin að skipta nokkur er búin að komast á milli 1-2, nokkuð greinilega. Algjörlega, það er þetta hættan við þetta en ég held að öllu vilji það frekar heldur en að Óðinn fái alvöru hornafæri. Hann klikkað valla vill að skoti þó að sé á demantinum. Hann kemur Áli með byggi pláss við demantalega. Vítaspyrna og 2 mínútna brottvísun. Já. Það bökkuðu allt of mikið og 2 mínútna brottvísun á Einar Sverrisson. Já, buðu Ólíf upp bara ógreita leið þarna upp á 7 metrana. Já. Það var ekki fyrir en þá loksins sem einhver ákvað að grípa hans í hann. Já. Allt og seint. Já, enda sjáum við það, við sleppum gulspjöldum, það var beint í brottvísununa og Óðinn Þór Ríkhardsson á punktinum gegn Viljius Rasimas og hann skorar af öryggi. Já. Óðinn kominn á blað. Já, og við sjáum þá Gumma koma inn á fyrsta skipti. Já. Ég segi eitthvað Óðinn, hann er í A-landsliðinu sem þarf að fara í gríðarlega mikilvæga leiki í umspili lausæti á EM og hann er þar eini að pjúra hægri hornamaðurinn sem segir svolítið hvað ábyrgð hann er komið með í sínar hendur.
það er bara frábært að við KM-menn höfum leikmann í A-landsliðinu. Heldur betur. En sjáum hvað Selfyssingar gera með aukamenn sóttinni. Guðmundur Hólmar laus, kemur skoti, Nick Ver, hann fór hérna af vörninni líka og mér sýnist Óli Gúst liggja aðeins eftir hérna. Já, hendi var komin upp. Já, þannig fengið hérna höndina frá Guðmundi Hólmar aðeins í sig. Já. Það er ekki það þægilegast í heimi og Jonni lætur hérna Gústa heyra fyrir að koma ekki strax út af. Já, hann vildi nýta sér tímann með hann einu fleiri. Það er erfitt að öskra mann sem er slæmur eftir högg á höfuðu. Já. Þetta fannst mér verið í yfirtölu þetta hægra megin. Við stillum upp á nýtt. Já, Patti á Hergeir nær að slá með hönd í bolta en sem betur verið ekkert meira en það og við fáum því aftur sénsinn. Styttist í að Selfyssingar sem er fullið. Kemur Patti á Allan og Allan skorar. Það þetta eins seint og gat verið boltan en það kom ekki að sög og Allan skorar. Já, Allan hann var rétt slappið að fara inn í teginn. Já, Allan með sitt annað mark, jafnar í 6-6, sjáum að Selfyssingar er að fá fullskipa lið. Flottur kafli. Og við sjáum að Óli fær bara sitja hans á bekknum, Danski er komin í þristinn og Patti fyrir í bakvörðinn þá í vörninni. Einmitt. En já, virkilega gott að nýta yfirtöluna, þetta slæðum boltina miðan, gengur ekki. Óðinn er laus og hann keyrir á þetta, losar hann á Freysa og Freysi skorar að sjálfsögðu. K.A. komið yfir í 7-6. Ég sá að þarna fóru allir að reyna að loka Óðinn og Óðinn hefur yfir sín sendana félaga sinn. Virkilega vel spila hjá félagunum. Algjörlega komu á sama tíma norður ásamt Einari Rafni Eisinni. Þeir Óðinn og Freysi og K.A. 3 mörk í röð, Selfoss ekki búið að skora hún í 5 mínútur og það má alveg halda aðeins áfram. Hergeir á Einar losnar um hann, skotið svo beint á markið og frákastið er á Einari og þetta er klaufalegt að ná ekki sem bolta og Einar refsar. Danski verður að vera grimmar á hann að bolta. Ja, hann var í lykilstöðu þarna en einmitt eins og segir, ekki nógu grimmur. Allan Norberg við það komist í gett hann að fær fyrkastið. Einar kom með 3 mörk fyrir gestina. Hann og Hergeir eru svolítið að byrja uppi. Já, það er ekki búið að vera mikið að skeið þetta hægra megin í byrjun kvölds en það er spurning það breytist eitthvað. Já, við erum vissulega með rosalega mikla athygli á Atla Ævar á línunni fyrir vikið, þá erum við ekki að mæta uttalega á skiptunar þeirra. Atli er alveg búinn að skora en ég er alveg rétt að flauta þarna. Já, hann var sennilega kominn niður í teginn og hann sleppti boltanum. Ég myndi ætla það. Jón Heiðar að stýra spilinu, kemur Patti inn á miðjuna og Patti fær þarna boltan inn á línuna, frábælega gert en enn og aftur er Viljus Rasimas að verja dauðafæri. Og Hergeir róar þetta og þeir stilla upp í sókn. Við verðum að nýta svona færi. Já. Það er bara einfallega þannig. Og þá eru bæði Nick og Viljus báði komið 5 varða bolta. Hergeir klippir Raggi á Einar með mikið pláss og hann skorar boltinn þetta út í stöng. Já, Atli batt þarna báða þristan eiginlega niður og það var bara allt og mikið pláss fyrir Einar. Já, það var líka vel gert þegar við töfum klipping þarna. Já, vel þetta Patta, hann er að berga sér bolta og róum þetta. En já, þetta kerfi hjá gestunum gekk þetta fullkomlega upp og fyrir vikið það var engin í möguleika á að mæta Einari þarna. Og Jónatan Magnússon hefur séð nóg í bili, tekur leikli og ég sammála þessu. Þetta er svo sem fínasta byrjun, munar alltaf að vera einu marki en það vantar örlítið upp á að við getum losað okkur við gestina. Já, sérstaklega varnarlega séð erum við kannski að gera smá mistök og svo sóknarlega hefur bara reynt slúttinn aðalega. Sóknin gengur alveg vel en við erum að klúðra færunum. Já, þetta er svona gamla góða, við erum að skjóta á fyrsta tempói, aðeins að bíða vissulega er Rasimas svona hálfgerður sprellikall en bara aðeins að gefa okkur meiri tíma og sjá lausnina fram með honum.
En sjáum hérna markastu menn, Arnar Freyr Ársalsson og Allan Norberg með 2 hvor hjá KA. Óðinn Þór Ríkharðsson, Ólafur Gústason og Einar Birgir allir með 1 mark hjá gestunum. Þar Einar Sverrisson með 4, Hergeir 3 og Ragnar Jóhansson 1. Og eins og segi í markinu þar Nick með 5 varðabolta í markinu á KA og Viljus Rasimas með 5 hjá gestunum. Munurinn kannski að eins og Rasimas að verja algjör dauðafæri. Ég held að allir 5 boltarnir séu dauðafæri hjá honum. Já, það getur verið að passa. Ég held að það sé kannski 1 skot utan hjá Allan. Jú, það rétt. Það 1 bolti frá Allan í hægri Annars þetta allt bara úr dauðafærum. Já. Jæja, Ólafur Gústason mættur aftur í vinstri skyttuna. Já, ásamt Hallabolla á línunni. Já. Hallabolli mættur aftur. Kemur Óli Gústason inn á miðju, þetta gengið vel til þessa. Það hérna Óðinn með í þetta. Óðinn leysir svo í kjölfarið. Jón Heiðar á Allan. Tempoði aðeins niður hjá okkur þegar að byrja aftur. Óli á Allan með plás, hann getur tilbaka og hérna kom færið. Já, virkilega vel gert. Jón Heiðar skorar við 1-2 og tveggjandi Brottvísun. Ég held að sé hárrétt. Þarna var opnin með 1-2 og Alexander Mári Egan kemur hérna undir hann og það fyrir vikið tveggjavenda Brottvísun. Þarna áttu bara að liða manninu að fara. Já, hann of seinn. Hann allt of seinn að reyna að fiska hann rauning. Það eiginlega bara engin möguleiki þegar maðurinn komið hliðina að þér. Algjörlega. Jón hefur örugglega fengið hérna læri í hné, en hné læri mitt ég. Og sem við ljóst að það vont, en það verður ennþá verra morgun. Já, þá fá Selfyssingarnir Guðjón Baldur í hornið. Já. Hann virkilega öflugur í að slúta. Þannig að þeir hafa góða breytan í hægri horninu. Já, það spyrir hvort þau ná að virka hægri vænginn. Ég vil að sé bara varla komið skot frá hægri vængnum í dag. Það bara þegar Hergeir fór mitt 1-2. Þannig hægri vænginn kemur Ragnar inn á miðju. Og Ragnar allt í gal á þess allt fyrir hann og hann skorar. Freysi hélt hann væri að fara að losa boltan niður í skyttuna. Tók skrefið. Vel gert hjá Ragnari að refsa þarna. Við erum náttúrulega manni fleiri. Gekk vel á þann. Við erum að halda því áfram. Kemur Allan niður í hornið, þetta erfiðu bolti. Þetta svona eiginlega hálfgerður Barbasinski en bara ekki á markið. Já, þetta var allt og fast. Já, greinlega hálf brugð þarna að sjá allt í Óðinn í færi. Þessi Óðinn búinn að vera í strangri gæslu þessar fyrstu 17 mínútur leiksins. Guldspjald, já, Óla fyrir að halda í Atla. Já, myndi allavega að halda það. Og sjáum hérna, Selfyssingar ná væntanlega að klára Brottvísunina. Hergeir á Ragnar. Búið að brjóta á honum og búið með skrefin líka. Já. En já, þeir eru að gera vel í þessum kafla manni færri höndin uppi. Hergeir. Svona Ragnar með þetta skot sem að Nick nær að verja. Kemur Óli á Jón Heiðar. Jón Heiðar. Fín hreyfing hjá honum. Fær þarna högg á andlitið en áfram með þetta. Halldór Jóhann Sigfússon þjálfari Selfyssinga ekki sáttur. Já, Dóri vildi meina að vera skref. Já, en þetta klárlega búið að brjóta á Jóni. Einhver nú kannast við að gera snúningsvindun í káðunum og ætti að vera hann. Já. Kemur Jón Heiðar hérna utanvert en frábær vörn hjá Hergeiri. Hergeir eiga það ekki svo hæst í loftinu en frábær varnarmaður. Já, rosalega öflugur í fótafvinnunni í vörninni. Algjörlega.
Það er saman hvort að sé að spila bakkar en er fremstur í framlengandi vörn. Hann er virkilega öflugur, kemur höndinu upp og broti vantar á alla. Nei, ekkert dæmt þarna. Þarna hefði ég haldið við með alla að fara að fá fríkastið, en hvað það áfram með Smjöri Ragnar á Einar eru að hergir og þeir stilla upp. Já, ég er ekki alveg að skilja hvernig hann var ekki í þetta aukakast. Það var bæði gripið í Jón Heiðar og Allan. Já, það er vonandi að þessi lína haldist að út leikinn. Markaförð hjá báðum liðum núna. Einar kominn inn á miðju að vera ekki að mæta honum, frábær hreyfing hjá honum, fær víti. Já, ekki bara öflug skytta, líka frábær í gegnirbrotunum þarna. Einföld finta upp á 10 þarna og hann fór mest að auðvitað fram í Óla. En fyrsta víti gestana, Einar á punktinum og hvað gera gegn Nick? Og Nick ver frá honum, en herger frákastinu. Nick ver frá honum, en annar er á frákastinu og Richard skorar. Þetta brá ekki að vera leyfilegt að menn séu svona sofandi í vörninni. Já, 2 fráköst gestana þarna og ég skil það að Nick sé ekki par sáttur þarna. 2 frábæra vörslur en það endanum tilur ekki. Já, þarna kom einhver blótsir á færisku. Já, kannski líklega að sjá ensku, hann er upplunnað þaðan. En aftur Róla gengur ekki á línuna og nú erum við í smá vandræðum. Guðmundur Hólmar keyrir upp öllin og brotið á honum, frábær vörn hann á danska og Allan Norberg líka. Óli hann reyndi að senda á Halla sem var í stífri gæslu. Já, og Halli var líka í miðri rykkingu en hann er kannski ekki alveg komin í jafnvægi að ná boltan þarna. En 2 marka munur, K ekki búið að skora nú rétt rúma 5 mínútur og í svona jöfnuleik þá má ekki eiga marga svona slamakafla. Já, eftir leikið virðist eins og Selfyssingar þarf að ná að, sem við tókum, að Selfyssingar ná að laga vörnina sína. Já, flottur varnarleikur hérna á Freysa. Kraftur í Guðmundi Hólmar eins og alltaf. Spila hérna öfugum megin. Kemur hérna, losnar hann. Dæmt skref á hann. Já, þetta var furðulegur dómur til að sjá þetta aftur. Já, ég held að hann væri í kontakt. Já, kemur boltinn hérna í hornið og Freysi í gegn. Setur hann næstöngin og skorar. Já, þetta var... Freysi sjóðheitur í kvöld. Hann er búin að reyna að finna hann meira. Já, heldur betur, komið 3 mörk úr 3 skotum. En ekki nógu það, hann líka bara, hann samt að sig fínt í vörninni. Já, búin að vera mjög öflugur þar. Og nú kemur Stropus í vinstskiptuna. Já, ég segi Stropus líka með sameinuðu liði Akureyrar hér á árum áður, en við þekkjum hann auðvitað mjög vel. Öflugur skytta ef hann fær flugbuturna sína. Hergeir á Stropus, losar hann á Guðmund Hólm með neglu hérna, sé smá bil milli danska og Freysa og hann refsar hérna. Hans fyrsta mark í leiknum. Jæja, kemur Óli á Jón Heiðar með skot að gólfinu en Rasmus ver og Freysi fær línu en ástæðan okkur er með hendurinn í teiknum þar af því að hann fær mannin í sig og missir það með jafnvægið. Það finnst við verða aðeins að leysa leikinn. Og Selfyssingar geta náð 3 marka forystu, aldrei verið meira en 2 marka munur hér í dag. Stropus upp og losar hann endanum. Richard með þessa svona hálf fake innleysingu
Rikki tilbaka og þá tallingurinn vitlaus hjá okkur og Richard með sitt annað mark, 3 marka munur og þetta svona, þetta ekki alveg að ganga upp hjá okkur núna. Nei, bara sofandi háttur. 6 mínútur til hálfleiks og það vonandi að við náum að halda okkur inn í þessu til hálfleiksins. Ég efast að við viljum taka annað leikli í fyrri hálfleik. Allan á Óla, en við missum boltinn það fram og hvað endar þetta? Vel gert og skorar Guðjón. 4 marka munu, 3 markir rauða gestunum og við erum bara í smá vandræðum. Já, það bara... Jón á Óla, Óli, þetta er náttúrulega víti, ekki nokkuð spurning með það. Þurfum að bara keyra aðeins upp hraðan. Já. Það þarf líka að vera smá, við erum aðeins að hérna gleyma okkur í vörðinu núna. Já, sammála því. Óðinn á punktinn, hann var öruggur áðan. Og við þurfum á marki að halda hér. Óðinn skorar af öryggi. Já, að sjálfsögðu. Það er til að hafa viss kunst af eins og fyrir Óðinn. Hann sér alltaf boltan allan leikinn að vera samt svona öruggur á punktinum þegar kemur að því að taka vítin. Já, það getur verið erfitt. Já, en Óðinn að fara létt með þetta. 10-13 og ennþá 4,5 mínútur til hálfleiks. Þú var að klára þetta af krafti. Stropus skorar og Freysi tók með að hraða miðju. En Selfyssingar fljótu tilbaka. Óli brottið á honum. Það verður að já. Rosalega, og hann dæmir endan fót, hann ætlaði ekkert að með aukastið. Ég var svona ennþá átt hann alveg á línunni hjá þeim Antoni og Magnús í dag. Antoni er ofta duglegur að leyfa aðeins meira. Já. Það kemur Óli á strauginu upp, skorar hann, sjáu, það eru 2 klárir í hávörðinni, hann skýtur samt yfir hana, alveg upp í skeytin. Þetta þurfum við. Þetta já, og einnig þurfum við hann á lokavörðinni, Hergeir keyrir á þetta inn á línuna, frábælega gert. Og Tryggvi skorar. Já. Veldi fyrir Hergeir hérna, hann er í litlu sem engu jafnvægi og losa boltana á hárréttum tíma og Tryggva sem var í strangri gæslu þarna. Það verður einfaldlega að hrósa gestunum, þeir eru að spila vel úr sínu. Arnar Ísak kominn í hægri skyttuna hjá okkur. Og dæmt lína á Halla. Já, Halli á línunni hérna, sitt sér leið. Já, Jonni vill breyta vörn, hann þarf að gera eitthvað, það er lítil stopp og engin, ekkert vörslu núna eftir þess að 2 í röð frá Nick, þegar við tókum ekki frákustinn. Já, þannig að þá er Freysi fremstur í 31 vörnin okkar og það er alveg hægt við því að það opnist það meira fyrir Atla Ævar, en sjáum hvort hann sé onn í dag eða ekki. Einar keyrir á þetta og búið að flauta aukastið. Þá tekur Halldór Jóhann Sigfússon leiklið fyrir Selfoss. Það er svo sem verið okkar vegna að taka aðeins fyrr. Já. Það þarf aðeins að endurstilla. Já. Það er alveg bara fyrir öllu að við missum það ekki meira frá okkur fyrir leiklið. En eins og ég held að leiklið muni vera ansi mikilvægt fyrir okkur. Bara aðeins að róa okkur. Það virðist vera svona ágætlega hátt spennustig hjá okkur sem kannski útskýrir það að við erum að fá fín færi en bara nýta þau illa. Já, og svo datt dampurinn algjörlega úr vörnin hjá okkur núna líka, þannig að við þurfum að fá hann aftur í gang. Spurning hvort að Jonni heldur sig við 3-2-1 eða hvort hann bakki niður núna aftur eftir leiklið til þess að aðeins að... Ég trúi ekki að hann klári allavega út fyrir áleikinn 3-2-1 til að sjá allavega hvernig Selfyssingar bregðast við. En hún allavega útheimtir gríðarlega mikla vinnu
Já, við ætlum að halda okkur við 3-2-1 vörnina. Já. Og við sjáum að þeir vilja fá Ragga inn. Við erum með örfendan hérna þá. Já. Kemur Richard. Og kemur svo aftur niður í... Nei, hann leysir í kjölfarið. Ragnar niður á Richard og Richard. Losar hotnið og þetta er fínt færi. En Nikola Satsvel nær að veiða hann í skotan nærhotnið og étur hann hérna. Óli á patti niður í hotnið. Ekkert dæmt. Og þeir keyra hérna í bakið á okkur og brotið á Richard. Já, það er bara einfallega þannig. Það er engin tvöfaldur sens hér í dag. Þannig að ef menn er í kontaktinu þá er mann greinlegt að losa boltan. Kemur endurtekning frá því áðan, Richard aftur. Og lítið með að vera höndinu uppi. Einar á Hergeir á Ragnar með plássið og missir hann hérna. Skorar og þetta telur. Við erum bara, eins og ég segi, við erum bara að bíða eftir. Já, Guðjón Baldur reið þarna niður. Núna gruna mig að Káa bekkurinn sé að fara þá gult spjald. Við lítum vel í sér að heyra þarna þegar Ragnar misti boltan, fekk hann aftur og skoraði kjölfarið. Mér þykir bara að sjá það aftur, ég var ekki viss hvort að þetta var eitthvað ólöglegt við þetta ekki, en markið látt haldi og gult spjald á bekkinn. Ég veit ekki hvort að Heimir hefði viljað meina hann að það veri lína eða hvort að það hefði verið tígrip. Býttu nú, það vantar tafmyndan upp á töfluna. Já, það verður að bíða. Það verður að laga núna. Já. 50 sekúndur eftir af þessum fyrri hálfleik og við verðum að fá mark. Jæja. Óli tilbaka á Jónar, Jónar er í hotnið, Freyr með mikið pláss en setur hann fram hjá þegar hans úr besta færi í kvöld. Þá klúrar hann og Selfoss kemur hérna með aukamann í sókninni og mögulega að koma sér 6 mörk. Já, hérna hér eftir virkilega flotta byrjun á leiknum þá er þetta búið að vera erfitt núna setjulutan. Hergeir er í hotnið hérna á Alexander. Hver tekur hann skarið, tíminn að renna út. Hergeir keyrir á þetta, opnar hérna fyrir hotnið og frábær varsla hjá Nikola Satsvel. Þetta telur. 5 marka munur í hálfleik og það er gríðarlegur hiti í báðum liðum. Já. Já. Eins og þess að leikurinn það er sami hiti sem maður bjóst við, en bara því miður Káa-liðið er aðeins búið að gefa eftir. Þetta í svona leik sem er svo gríðarlega jöfn, þá getur þetta verið rándýrt upp á seinni hálfleik að gera. Já, við mistum aðeins hausinn hann miðbik í fyrri hálfleiksins. Þar sem við aðeins förum að detta aðeins eftir í vörninni, gefum aðeins eftir í sókninni líka og meðan eru Selfyssingarnir bara búin að vera duglegir að nýta sér það. Duglegir að nýta okkur þessi mistök. Algjörlega, en við skulum ekki gleyma því að Káa var einmitt 5 mörkum yfir þegar stutt var eftir af bikarleiknum fræga og Selfyssingarnir jöfnuðu. Þannig að við skulum alls ekki afskrifa okkar lið og eins og við fáum hérna kærkomið hlé til að fara vel yfir stöðuna. En kíkjum á tölfræðina. Arnar Freyr Ásalsson markahæstur á Káa með 3 mörk. Þar eftir Óðinn Þór með 2 mörk úr vítum. Álaug Gústason og Alan Norberg var með 2 mörk. Jón Heiðar 1 og Einar Birgir Stefánsson 1. Í markinu Nikola Satsvel kom með 10 varða bolta, lítið sem ekki þetta sitt út á Nick. Bara svekkjandi rauninni
hafi ekki talið meira heldur en það að Selfyssingar séu búin að skora 16 mörk. Sjáum svo gestina, Einar Sverrisson með 4 mörk, Hergeir Grímsson og Ragnar Jónsson báðir með 3 mörk, Richard 2, Karli Stropus 1, Guðmundur Hólmar 1, Guðjón Baldur 1 og Tryggvi Þórisson 1 einnig. Já, sáum að Einar Sverrisson, Karli Stropus og Alexander Mári Egan allir búin að fá brottvísun og í markinu Viljus Rasimas með 6 varða bolta. Það er ótrúlegt að þessi kafli sem skilda milli liðana, þar Viljus aðeins með 1 varðan bolta. Já, hann var að verja mjög vel í byrjunleiks en það er ekki búið að vera varslan hans sem endilega að gera núna þennan mun. Það er aðalega bara vörnin og Selfoss voru í gang og við erum bara klúðra boltanum eða bara klaufalega. Já, það kastar hann okkur svona frá okkur. Já, en eins og ég segi, það er bara eitt varið skot hjá honum á þessum kafla sem að þeir ná þessu forskoti. Sjáum hérna hálfstölur 11-16, skotningin á KA 58%, Selfyssingar 64. Bæði lið búin að fá, KA lið búin að fá 2 víti, Selfyssingar 1. KA lið skoraði úr báðum, Selfyssingar klúðruðu sínu, það er ekki rétt þegar við skoruðu úr því. Það var varið frá honum. Já, það var varið og svo frákast og svo aftur frákast og er hérna, já, eins og ég mesta fórustan er Selfyssingar, það er 5 mörk sem er núna. Tími fórustu Selfyssingar verið með frumkvæði í leiknum, KA aðeins yfir í halva mínútu. En annars, já, vantar aðeins upp á. KA aldrei með brottvísun, Selfyssingar 3 og við höfum bara ekki nýtt okkar nægilega vel. Sjáum við svo hér 2 mörk gestan úr hraðalöpum, KA ekki ennþá komið mark úr hraðalöpi. KA 2 mörk manni fleiri, Selfyssingar 1 manni færri. Kíkjum svo á tímalínuna. Ég segi þetta var 1-2 mörk. Hann allan svona fyrri helming fyrirháleiks en slæmur lokakafli gerir það verkum að Selfyssingar eru 5 mörk með yfir í hliðinum. En við tökum okkur smá pásu og komum svo inn í seinni leikinn. Sjáumst þá.
Já, þá erum við að vera klári í seinni hálfleikinn. Selfoss 16-11 yfir hér í KM-inu. Síðar hálfleikurinn framöndan. Og eins og við sögðum svo sem fyrir leik, þetta eru bæði svona stemningslið og eiginlega bæði lið sem kunni ekki að ganga frá leikjunum sínum. Þannig að ég reikna fastlega með þetta, menn ég ætla að stikka út í seinni hálfleik. Já, við skulum vona. En allt að verða klárt. Káa er manni fleiri í 1 mínútu og 10 sekúndur og það er gríðarlega mikilvægt að við náum að nýta okkur það strax. Freysi í vinstri horninu, Patti í vinstri skiptunni, Óli á miðjunni. Það er vantilega að skipta til að fljótlega. Hægri skiptunni Arnór Ísak, hægri á horninu Óðinn Þór og á línunni er Einar Birgir. Kemur Óli, losnar hann, losar á Arnór en sjáu hvað er fljótar að loka Óðinn. Verðum að láta boltann ganga betur. Kemur Patti upp á línuna og danski skorar. Já, hann var breyttur til, hann var breytt til og Óli leysti í staðinn og Patti kom á þetta bara og vörnin var ekki alveg tilbúin í það. En já, líka bara vel gert hjá Patta. Góðum boltan tilbaka á línuna og þarna var danski búinn að planta sig fyrir vel. En Selfoss að fá fullskipalið. Við höldum okkur við 3-2-1. Kemur Einar inn á miðjunni. Höndin uppi. Hergeir lendir í Freysa, frábær bolt á línuna. Þetta er vítakast. Atli Ævar sækir vítið þarna en bara sjáði töfra mannin Hergeir. Já, hann að mitt fóruð úr af Atla til að fara í hjálpahúðuna og þá Hergeir með draumarsendingu. En sjáðu Niklas Satsvel, frábær varsla hjá honum, annað víti sem hann tekur og nú var það Káa sem náði frákastinu. Þetta er nákvæmlega sem við þurfum og helst að brúa bilið strax í upphafið í seinni hálfleiks. Það kemur Óli inn að miðju og losar hann á Allan en Rasimas er bara löngu mættur næstönginu þarna. Það hefði Allan kannski átt að horfa aðeins betur. Hérhættin var galopið. Og Selfyssingarnir stillaði upp. Lítið að vera, það verður að koma einhver ótni á stað hérna. Þá byrjar þetta. Höndin uppi. Einar Sverrisson, aftur frábær hreyfing að fara vítakastið. Þarna er Patti einfallega allt og seinna mætunum. Og við getum meira lítið satt við þessu þó við séum að reyna. Já, hann er komin í skrefin á hann að fara vítið, sko. Þetta finnst þess að Patti er bara búinn að missa á honum. Já, hann tókst að klála í hann. Þannig að ég því niður fyrir KM, ég er bara sammála Matthías þetta á punktinn. Guðmundur Hólmar og aftur verð Niklas Satsvel frá honum en Guðmundur skorar úr frákastinu. Nick búinn að verja 3 víti, það var aðeins talið einu sinni. Og Ólafur Gústason skorar hérna af harðfylgi. Einar liggur eitthvað eftir hérna. Þetta var vel gert hjá okkur og fljótur að refsa þarna. En þetta er bara nákvæmlega málið, við þurfum bara að fá aðeins meiri hraða í þetta. Við erum búin að vera aðeins svo fyrirsjónlegir. Það kemur Richard í sína hefðbundnu
leystingu hérna, kemur sér svo aftur út í hornið. Hergeir, svona Ragnar keyrir hérna, mikið plás, allt galabið fyrir Hergeir og hann skorar. Já. Þeir eru að hafa allt og lítið fyrir þessu finnst mér. Allan brotið honum. Áfram 5 marka munur. Við erum svo sem að ná að nýta sóknar okkar en vörnin verður að ná að loka betur. Alveg spurning hvort við förum aftur niður í 6-0 eða 5-1. Hérna boltanum stólið frá Patta og að sjálfsögðu það Hergeir sem gerir það. Guðmundur Hólmar keyrir á þetta, frábær hreyfing og setur hann í stöngina í bakið á Satsvölu og inn. Það gengur lítið upp hjá okkur og mér sýnst Jonni var að fara að taka leikhlé. Já, hann býður aðeins. Kemur Allan á Óla. Óli nær ekki valda bolta. Þetta er allt og klaufalegt. Guðmundur Hólmar inn á miðjuna. Lóksson svo þeir róa þetta gestirnir. Það er svo sem nóg eftir að þessu en við erum einfallega að kasta þessu frá okkur. Já, það var mikið að breytast allavega hjá okkur ef við ætlum að koma okkur í hérna leik. Sammála því. Megum ekki vera með þess að endur að tapa bolta núna. Kemur Hergeir, þarna kemur engin hjálpavörn og þetta er víti. Patti er alltof lengi að átta sig á aðstæðum hann og hann er líklega að fara að fá 2 mínútur. Já, tveggja brottvísun á Patta. Eins og þarna verður hjálpavörn að koma fyrr og Patti getur eiginlega lítið sagt við þessu. Allt þetta punkti núna. Atli Ævar gegn Nick og hann skorar. Það er fyrsta víti sem að fer beint í markið hjá Selfyssingum. Þetta er fyrsta markið hjá Atli Ævar í leiknum. 7 marka munur, KA manni færri. Já, frábær hreyfing hjá Óla Gústafssyni, sæti vítið þarna. Kom þarna með flotta, einfalda fintu, keyrði á milli 1 og 2 og það er verðskulda víti. Og þá kemur í markið Sölvi Ólafsson fyrir gestina. Óðinn búinn að vera öruggur til þessa, hvað gerir hann gegn Sölva? Já. Setur hann yfir hann. Þá vantilega manni færri. En megum helst ekki fá okkur Rauðningur, já. Það klaufa til Ragnari. Já, hann var allt og lengi að losa þessu boltan hann. Já. En við þurftum á þessu að halda. Heldur betur. Og leikur í rauninu bara, hann ætla ekki að segja það að Ragnar hafa verið að hugsa um leikinn. Óli á Jóniðar og Anton Ísak. Endir í Guðmundi Hólmari og enn erum við að, þetta var það 2 mínútur á Guðmund Hólmar. Það reynir hann að rífa Arnór Ísak á fætur. Við höfum sett 2 mínútur fyrir svona. Já, heldur betur. Nei, hann sleppur. Við höfum sett 2 mínútur fyrir nákvæmlega hennar hlut. Okkur var hent utan fyrir þetta. Þetta var náttúrulega víti. Inn að danski sæki víti á harðfylgi þarna. Komið smá hitt í Selfyssinga núna. Og þarna er Anton að aðvara Guðmund, bara ekki gera þetta drengur. Slappst núna en sleppur ekki þetta aftur.
Það er eitthvað við treyjurnar hans Arnórs Ísaks að hans staðingarnir eru ansi estir í að tósi í hana. Ég hef ekki að segja þessi meira undir treyjunni, þeir vilja bara sjá það. Það geti verið, en í illinni skorar Óðinn Þór Ríkharðsson úr vítakasti, hans 4. mark, öll úr vítum. Minnkar til 5 mörk, 2 mörk í Rauða KA. Við þurfum að halda þess áfram. Svakaleg barð á línunni. Kemur Guðmundur, nær að valda boltan á endanum. Gummi keyrir hérna, brennir á línuna. Og þetta er lína á Atla Ævar. Atli er ekki sáttur. Kemur Óli á Arnór Ísak. Arnór Ísak með frábæra hreyfingu í gegn vítakast. Já. Það stóðu vel inn í tegnum hann að verjast. Algjörlega mögnuð skotfinta hjá Arnór Ísak og þetta er að snúast. Óðinn Þór Ríkharðsson á punktinn. Getur gert 3. mark KA í röð. Það var 7 marka munur rétt áðan. Óðinn, nei, Viljus við frá honum. Þetta er risa varsla. Það eru rúmar 20 mínútur eftir og það er áfram 5 marka munur. Guðmundur Hólmar með mikið pláss. Opnar fyrir Ragnar og Hergeir, opnar hornið, þetta er vel gert og frábæla kláraður Richard. Já, beið eftir hreyfingunni hana. Það veiðir Nick niður og laumar boltan yfir hann. Og kemur Arnór Ísak, boltinn inn á línuna og danski nær honum og brotið honum. Það komið svakalur hiti í þennan leik. Versta munurinn sé þetta mikill. Við ætlum að vera 7-6. Já. Kemur Óla Gústason á Arnór Ísak. Við ættum alltaf að fá færi. Arnór, milli 1 og 2 og skorar og 2 mínútna brottvísun á Hergeir. Þetta er búið að vera línan í dag. Mér finnst það svona endilega að vera 2 mínútur en þetta er búið að vera nákvæmlega það sem þeir hafa verið að dæma eftir í dag. Það er bara þannig. Þetta er alltaf þarna mörg hvort þú ert komin í stöðun ekki en ég sjálfur myndi ekki vilja fá svo 2 mínútur á mig. Nei. Fyrsta brottvísun á Hergeir í dag. 16-21. Selfyssingar manni færri. Það vantar markið inn á töfluna hérna í klukkunni. Þau eru fínt mér að ræða hver á að fá 2 mínútur. Það er alltaf hann Hergeir. Já. Og svo vantar markið á Arnóri. Já. Ég segi Selfyssingar eðlilega með aukamann í sótinni. Þetta er manni færri. Það er Tíminn fór ekki að stað. Ok. Tíma allt í góðu. Það vantar mark á töfluna. Það var að komið. Stropus kemur hérna er með pláss, lendir í Óla Gúst og brotið á honum. Flott vörn. Já. En þetta er svo eðlilega sem að gestirnir vilja. Eyða smá tíma, fá fríkastinn, höndi komin upp. Það er ekkert að vera. Já, nú er að reyna að finna alla. Stropus með skotið og það steinleikur. Þetta er stórt fyrir gestina að skora þetta manni færri eftir að höndi komin upp. Kemur Óli
með plás, fer sjálfur og fær vítt, nei! Það held ég að hann var að fá vítakasti. Það höldum við áfram. Jón Heiðar á Óla, Óli yfir á Arnór Ísak, Arnór Ísak myndi 1-2 og skora stöngin inn, frábærlega gert, fín innkoma hjá Arnóri. Já. Hann má eiga það, hann alltaf, kemur alltaf af svakalegum krafti, aldrei hræddur við að láta til sín taka. Svo pappa hans alltaf klára að taka kústinn. En já, gestirnir að fara að fá fullskipalið. Kemur Stropus inn að miðju. Stropus fer sjálfur inn á áttalínuna, gengur ekki. Danski stelur boltann, við búið að flauta. Og KM eru í fyrri hálfleik. Já, nú eru KM ekki sáttir. En áfram gakk, gakk. Sá nákvæmlega sama skeið í fyrri hálfleik þegar það var haldið í Allan og boltinn fór út af. Stropus keyrir á þetta, losar hann fyrir Ragnar, þetta er vestin á þetta. Hvað ætlar Anton að gera núna? Hann dæmið eru aukakast að Raggi hefur búin að brjóta á Stropus. Já, og talar hérna aðeins við Ragga. Já, svona eins og stundum vill verða það. Það fer alltaf aðeins fyrir Antoni í leikinu hjá honum. Það er eins og það er. Kemur Stropus, höndurinn uppi. Og reynir á þennan línuna og gerir það Atli Ævar. Frábær vörn og Einari Birgi Stefánsinni. Já. Það er meira en að segja hann á að halda Atli Ævar í skefjum hann. Heldur betur. Höndir uppi, hvað tekur að skarið. Oftast það 2 eða 3. Já, heldur betur. Guðmundur Hólmar. Það finna línu, gengur ekki. Og Arnór Ísak keyrir upp hérna sjálfur. Og það er uppkastið, þetta er rétt. Ragnar er komin í góða stöðu þarna og lokar á hann. Þetta var hárið rétt dómur. Guðmundur Hólmar liggur eftir hérna hinum megin. Og Dóri er núna að láta aðeins hvæsa. Sko, það er búið að vera að loka á hana 2-falda séns í dag. Þannig að þetta er svo sem bara eftir línunni sem við verið í dag. Þetta sýnist greinilega að Guðmundur hefur fengið högg á andlitið. Hann hefur fengið blóna sér. Já, vonum að sé í lagi með hann. En eins og segi, línan hjá þeim Antoni og Magnús í dag hefur verið svo ef þú losar boltan þá ertu búin að kasta frá þér að fá fríkastið. Hún hefur haldist sú lína á. En mjög óheppilegt við vonandi bara að Gummi geti stoppað blæningu og Gummi geti komið aftur inn á. Já, en eins og þetta fyrir vikið af því að þeir eru að taka 200 sinns í burtu þá er leikurinn að verða ansi harður, menn er að læra inn á línuna hjá þeim. Og það getur svona skapa það að verði einhver ljótari brot þar að líður á þetta. Jón Heiðar á Patti á Arnór Ísak. Arnór Ísak fyrir enn og aftur, þetta mitt 1-2 og skorar. Það stoppar hann ekki þó hann sé rétt hendur þetta hægra megin. Hergeir liggur eftir. Já, við sýnist Arnór var lent aðeins á Hergeiri og Hergeir liggur eftir. Spurning hvort þetta sé sama að vera hjá hann í bikarúrslitunum, undanúrslitunum þar. Já. Já, mér sýnist Guðmundur Hólmar að vera klár aftur. En það er spurning. Hann má ekki koma inn á þar sem þeir stoppuðu og sjúkraþjálfarinn kom inn á. Já. Hann þarf að bíða í 2 sóknir viðbót. Já, þeir eru að skrifa núna til þess að passa upp á Guðmundur kom ekki strax inn á. En mér líst ekki nógu vel á þessi meiðsli á Hergeiri. Nei, þetta lítur ekki vel út. Þannig að þetta, já, mér sýnist þetta að vera aftur eins og hjá bikarúrslitunum. Þetta sé, hvað er þetta ekki, hnéð hjá honum á vinstri löppinni. Já. Við ætlum að senda batakveðjur á Hergeir. Þetta því miður lítur ekki vel út. Stórkostlegur og skemmtilegur leikmaður sem hann er og hann er ekki sáttur. Ber hérna í stól og stúkan í KM-num er óánægð með þetta. En mér sýnist dómarinn hafa mist af þessu. Ég man nú vel eftir að það var leikur KM á Þór veturinn 98-99. Það fekk Geir Kristinn Aðalsteinsson sem er í dag
formaður IPA. Fekk hann 2 mínútur fyrir nákvæmlega þetta að berja í stól. En ég held nú að Hergeir sleppi með þetta. Jæja, áfram með smjörið. En það flýsast eitthvað úr stólum hann við þetta högg. En það er kannski skiljanlega ótrúlega pirrandi fyrir Hergeir að vera líklega búinn að ljúka leik hér í dag. Já, það sýnist að vera að skoða honum öklan. En jæja, áfram með smjörið. Ragnar á Stropus, brotið honum. Það er svolítið öðruvísi ógna Stropus og hann er svona, það er góða flæði sem hefur verið að boltanum hjá Selfyssingum. Það dettur aðeins út við Stropus. En hann er öflug skytta. Fær þetta boltan og setur hann framhjá. Fyrir að hórninni, já. Óli Gúst, hann viðkennir þetta. Mikilvægt upp að hábíðstartið að viðkenna að fá blokkina. 15 mínútur eftir á þessum leik. KA-liðið er svona að hóta því að koma sér inn í þetta aftur. Stropus með skotið. Hávartin verður þetta. Ragnar Steinn Njálsson nær þessu og fær hérna Nei. Hvað er í gangi er þetta hér? hægt? Hér er Magnús Kári að dæma lína á Ragga. Þetta er risastór dómur. Þeir eru eitthvað að ræða málin þetta. Já, nei, hann vil bara láta þurrka. Þetta er... Já, þessi hendin eru uppi. Sjáum þess að Raggi er eitthvað vangaður eftir að hann fékk hérna Atla beint aftan á sig eftir Atli reyndi að stökkva boltan en lenti aðeins í Ragga í leiðinni og... Já, en Raggi var alltaf daginn meina bolta. Þetta var eiginlega hálfgerð óþarfi hjá Atla að koma þarna og KA-liðið eru ekki sáttir hér. Gefur skotið, Ólafur Gústason fer. Áframhaldið sóknin. Nú verðum við að klára þetta. Kemur slakabolti og KA-liðið vinnur boltan. Það hefði verið agalegt að fá sér mark þarna. Kemur Arnór Ísak á Óla Gúst. Óli, já, klókur þarna sér að Guðmundur Hólmar er að koma og lokar á Jón Heiðar. Já, og við höldum áfram í 7-6. Og nú er Reynir Guðmundur kom inn á og snemma. Það er rétt, þetta var enda saman sóknin, hann er að koma og snemma inn á. Það lítur að tekja þetta brottisum þá. Já, Guðmundur fær 2 mínútur því það er ekki búin að 3 sóknir. Já, hann átti eina eftir, 2 mínútur á Guðmund Hólmar Helgason. Þetta er rosalega klaufalegt. Já, Reynir vel vakandi þarna. En ég skilða samt þess að rosalega vel að gleyma sér. Já, þetta var 3-fullt sókn eiginlega. Já, það er gott að Reynir Stefánsson, eftirlitsdómari, sé með allt á hreinu eins og alltaf. Gummi kom inn á snemma. Gummi átti að vera 3 út. Mikill handboltaprófessor Reynir Stefánsson og hann er með allt á hreinu. KA manni fleiri, 4 mörkum undir, það er hann nægur tíma eftir en við þurfum að nýta okkur hennar kafla. Kemur Patrik Patti inn í hornið, Jóhann Geir Sævarsson ver frá honum, hann Rasimas en KA-liðið fær frákastið, fær innkastið. Við verðum að nýta svona færi. Já. Jói er nýkominn inn á. Hann setur það bara núna. Kemur boltinn á hornið og Óðinn úr þröngu færi en setur hann samt undir Viljums Rasimas. Já, og Óðinn ekki ánægður með Richard þarna, hann gerir sem er búið að vera að dæma 2 mínútur á, hann fer undir hann aðeins í stökkinu, hann stígur aðeins skrefið. Það er búið að vera að taka grimt á því. Þeir sættast þarna þeir félagar en ég held að bara eitt og þau bara Óðinn sé bara pirraður og hann hefur alltaf séð boltan í leiknum en þetta er hans fyrsta færi í leiknum. Kemur Raggi, brotið á honum. Og Óðinn, hann er heitt í hamsi. Það er eitt sem að dómarar verða að leyfa leikmönnum að fá sína 2 sekúndur af smá geðviki og ef það heldur áfram til það, þá máttu refsa. Óðinn vildi hérna í mitt fá 2 mínútur, nei, í rauðningin. Kemur Ragnar með skotið af vörninni og
í kjölfari verni Út! Þeir bjarga sér þessu. Hvernig heldur... Nei, þarna Richard kominn út fyrir endalínunum þegar hann stekkur. Ég sá það ekki, en áfram með smjörið. Kemur Ragnar, enginn að mæta honum. Hann skorar, þarna verður við að mæta honum. Og danski klúðrar miðjunni. Það rosalegur hiti í húsinu. Já, örlítið eftir að prófísunni. Kemur Óli, Gúst, frábær hávörn. Stökk á boltan, tekur nær honum. Þeir ná boltanum, frábærlega gert þarna hjá Tryggva Þórisinni. Þetta gæti reynst ansi mikilvægt. Já, þarna Nikki myndi að benda Magga á að Richard stóð með löppina á endalínunni þegar hann stekkur og sendir hann út tilbaka. Já, en við breytum því ekki úr þessu. Nei. Guðmundur Hólmar, þá hann mættur löglega til leiks. Þetta mikilvægt. Við erum ekki að skora mikið, þannig að nú þurfum við að loka vörninni. Við erum bara með 19 mörk skoruð á 48 mínútum. Guðmundur Hólmar. Já. Tíminn vinnur vissulega með Selfyssingum en þeir þurfa að koma í alvöru ógnir. Guðmundur inn að miðju, tilbaka á Stropus með skotið í litlu jafnvægi, fær fríkastið. Já, nú þurfum að halda áfram bara að loka alla, það er lítið að skeið fyrir utan. Já, höndin er ekki komin upp. Stropus. Og svo reynum við að Ragnar með skotið framhjá. Jæja. Eins og Selfyssingar eru fannir að bakka full mikið í sóknarleiknum sínum. Jón Heiðar með þessa stúnis. Þarna flautaður leið og hann að galhoppa hopnið fyrir Arnar Freyr Ársælsson. Já, Maggi segir 4 skref. Þetta verið þetta rétt hjá honum hana. Ekki það gamla góða þegar þú flautar og snemma að segja skrefið sér búinn. Jón Heiðar. 7-6. Á Arnór Ísak. Arnór róar þetta. Og Arnór með fínt færi. Og skorar! Hann heldur hann að klárast í færi vel. Hún skorar öllu sínum 4 skotum í leiknum. Öll þarna hægra megin. 3 marka munur, rétt rúma 10 mínútur eftir. Jæja. Ég segi Selfyssingar finnst að hafa bakkað full mikið úr í sínum sóknarleik. Það vantar aðeins bara ógnanir hjá þeim. Þeir ættu svo að vita að manna best að þetta er ekki búið. Guðmundur Hólmar lendir í Freysa þarna. Það er rosalega lítið að vera. Þá tekur Halldór Jóhann Sigfússon leikið fyrir gestina og ég eiginlega trúi ekki öðru en að láta sína menn aðeins heyra að þeim segi þeir eru byrjað að Já, náttúrulega sóknarleikurinn er búinn að dekka alltaf vel niður eftir að Hergi fór út af. Já. Og árásirnir eru fyrir utan, eru bara allt á hægar. Algjörlega, og fyrir vikið þá er lítið að vera, höndin er að koma upp og þeir eru að lenda í erfiðari skotum fyrir vikið. En vissulega þarf ýmislegt að ganga upp ef að KA-lið eftir að snúða sér í vil, en við höfum séð ótrúlega hluti í handboltanum og sérstaklega hér í KA-vinninu. Sjáum við markastumenn, Óðinn Þór Ríkharðsson 5 mörk, þar af 4 vítum. Arnór Ísak með 4, Óla Gústason og Arnar Freyr báðir með 3 mörk. Hergeir, Ragnar og Einar Sverrisson allir með 4 mörk á gestunum. Guðmundur Hólmar og Richard báðir með 3 mörk. Við ekki gleyma því að KA-lið er ennþá í hörðri baráttu að fara í úrslitakeppnina.
og staða núna í Eyjum Grótta IBVF jöfn. Því það að Grótta eins og staðan núna væri að vinna stig á okkur, þá var Endi hlýtur að koma upp. Já, svo ekki glemma því að Sóttir búið að gangi svona tíma. Já, skil ekki alveg. Það verið rosalega tími í, ekki neitt hjá þeim. Stropus á Guðmund Hólmar, hann missir hann en nær frá valdaboltanum, kemur skotið, Vari og 2 mínútna brottvísun. 2 mínútna brottvísun hér á Ólaf Gústafsson. Þetta svo sem réttur dómur, hann rífur hann aftan í Guðmund, en ég hefði viljað sjá höndina vera löng og koma upp. Já, hann Anton og Maggi fellast í þá griðju að gleyma sér eftir leikliðið. Já. En hár rétt á 2 mínútur. Já. Það þýðir það að þá fá þeir glænýja sókn og eru manni fleiri. Nú eru Selfyssingar í góðri stöðu á að klára þetta. En skotið af slánni og út frá Ragnari. Við fáum þetta líflínu. Og þá tökum við aukamann í sóknina eðlilega. Patti kemur inn. Patti glindi sér. Mark núna væri gulls í gildi. Jón Heiðar. Brotið á honum. Já. Við fáum bara innkastið. Já, fáum ekki brotið. Eins og segi, ég stundum skilji ekki alveg. Leikhlé. Þá tekur Jónatan Magnússon leikhlé. Það búið að vera allavega tvisvar í leiknum, ef ekki oftar, sem að þeir Magnús og Anton hafa ákveðið að dæma bara innkast í staðinn fyrir að dæma bara fríkastið. Já. En jæja. Hárrétt af Jón að taka leiklið núna, það er rosalega mikilvægur kafli núna. Við þurfum mark núna. Já. Annars erum við að fara 3 mörkum undir í vörn manni færri, sem að gæti þýtt bara leiklokið. Já, við verðum núna að vera duglega að láta aðeins í að ná að losa hans boltinn er búinn að fá að flæða vel með við erum 7-6, en núna okkar með manni færri þá Selfyssingar að loka kannski meira. Já. Ég vona að stemningin sé að skila sér til ykkar heim í stofu eða hvar svo sem þið eruð að horfa á KA-TV. Það er rafmögnu spenna hérna. Leikliðið lokið. KA manni færri með aukamann í sókninni. Jæja, hverja staðið hérna. Kemur Óðinn. Getur hann á Arnór með skotið og Steinleikur! Ég ætla að vera raun yfir hvað hann var að gera. En að sjálfsögðu Steinleikur að 5. markið Arnóri úr 5 skotum. Og hann minnkar til 2 mörk. Skotið núna tvisar í leikningi. Svo kemur hann með það núna. Eins og ég sagði, hann er svo hvergi banginn drengurinn. Guðmundur Hólmar tilbaka á Stropus. Þetta er rétt, það er fótur, hárrétt. Rétt. Við það að stila boltanum þarna. En það er eins og áður, þeir eru að leyfa rosalega mikið. Guðmundur Hólmar, áfram á Ragnar í dauðafæri, setur inn stöngina og Ragnar Steinn Njálsson nær frákastinu að sjálfsögðu. KA að sleppa með skrekkin hérna manni færri. Það var hann smá skuttla hjá Ragnar í frákasti líka. Oliver Kahn hefði verið ánægður með þetta, hann hefði vísið kýlt boltar, ekki gripið hann. Já. En KA fá full mannalið. Getur minnka munin í 1 mark. Kemur Arnór Ísak. Og svo er hann á Patta. Missum boltan hérna. Þetta er dýrt. Og aftur fá Selfyssingar sénsinn núna, en KA með fullskipa lið. 7 mínútur eftir. Eins og ég sagði, þessi lið, þau kunna ekki að ganga frá leikjunum sínum. Það verður alltaf háspinna lífsætta. Stropus inn að miðju með mikið pláss. Stropus á Ragnar upp á Guðmund Hólmar. Tekur enginn að skarið hérna. Já, vill enginn taka skotið. Höndin uppi. Já, allir að leita. Ragnar, þetta er að hvað er menn að gera hér? Ragnar dauða fyrir á línunni skorar. Stropus var ekki líklegur til að skjóta, hverju lókaði ekki á sendingunum maður. Já.
fá aukamannsóttina. Patti í vörðinu á Alistair Moore. Alistair Moore Egan hann að gerði vel. Freysi kemur í hornið. Við erum að spila 7-6. 6 mínútur eftir. Óli Gúst tilbaka á Jón Heiðar. Arnór Ísak á Jón Heiðar. Lítið opnanir hérna. Arnór á línuna og danski! Hann dæmir ekkert! Ég trúi þess ekki! Og Selfyssingar eru hér komnir með boltan 3 mörkum yfir. 5,5 rúm eftir af leiknum. Ég á eiginlega ekki til orð að þetta hafi ekki verið vítakast. Já, hérna hér. Jæja, þá þurfum við að standa þessa vörn. Guðmundur Hólmar inn á línu. Atli Ævar nei, það situr í slangin og fær víti! Nei! Hann dæmir vítakastið hinum megin. En sko, við erum bara að tala um að línan í dag hefur verið þessi tvöfaldi séns. Hann hefur ekki verið til staðar. Þarna fannst mér Atli fá ansi frítt skot, en hvað það? Ég sé ekki munun á þessu og hjá danska áðan. Atli á punktum, hann skoraði áðan. Hann skoraði punktinum áðan. Sverre, Jonni, Heimir, þeir eru allir átt að vilja sér heyra. Ég skil það svo sem mjög vel. Við hringum 2 mínútur á bekkinn. Og Atli skorar. Bittu nú við. Þarna klikkaði eitthvað. Jonni tekur leikli. Og K.A.heimilið, menn eru ekki sáttir, menn eru alls ekki sáttir. Enda ég bara, auðvitað reynir maður eins og sem maður getur að vera ekki of hlutdrægur, en ég verð bara að segja að síðustu dómar hafa einfaldlega fallið gegn K.A. hér. Jonni er brjálað hann er búinn að leggja niður timeout-spjaldið og dómarinn ætlaði að kalla tilbaka úr leikjunum. Það er smá bras á töfluna að vanta marka Selfyssinga, en þetta var klúðrið var að hún setti brottvísunina röngum megin. Það ætti ekki að skipta máli, við vitum hvað mikið eftir af brottvísuninni. En gestirnir 4 mörkum yfir. Sverre er áfram að benda á vinstræmið í hvað var að vítakostin hérna sem voru þetta rétt á hann. Fjögurra marka munur, 5 mínútur eftir að þessu. Enn er reikistefna á ritaraborðinu. Það er búið að losa flækjuna. Og áfram heldur leikurinn. Já, við spilum það án markmanns. Já. Aukamennsókninni. Arnór á Jón Heiðar. Kemur Óli á Arnór. Arnór tekur skotið. Varið af vörninni en danskinn er frákastinu. Arnór lendir í smá vandræðum þarna, fær fyrrkastið. Þetta er svo rétt.
Nei, hann er ekki búinn með skrefin. Jú, þetta var fjórða skref, Baldur. Óvanur heim, segi ég frekar. Kemur frábært sirkusmark en dæmt lína. Það gengur nákvæmlega ekkert upp hjá KA-liðinu hér og Selfyssingar eru að sækja hér 2 stig í KA-lið. Guðmundur Hólmar er í horni, frábærlega til að Richard með risa færi í horninu og hann skorar. Virkilega vel gert hjá Richard og Gumma. Já, Gummi tilbaka, það nýtti það vel ára manni fleiri hérna. Og vantilega plús það, vantilega línumar lág hérna á Óðunni í horninu. Já, við þurfum kraftaverk hér. Arnar Ísak í gegn, brotið honum. Frábæra vörn hjá Tryggva. Við þurfum skot strax, eða bara þetta. Og þetta endar í markinu, Danski skorar og þá er tveggjandi brotið svona Alexander Már Egan. Gummi var ekki neitt sérstaklega ánægður með Alexander hana. Hann bara hent honum heil út af. Já, Alexander lagðist bara hana á Danska og Danski var ekki sáttur. Þetta var ekki það, hann kennir sér smá meinsall í bakkinu. En við erum fullskipað lið núna. Já, komum aðeins framar á völlinn. Lokum hann á Ragga. Stropus. Ég held að það sé akkurat maður sem við viljum að sé með boltan. Já, klálega. Svona með fullri virðingu fyrir Stropus, það var kannski svona sá klunarlegasti af útileikmönnum Selfoss. Þannig að klálega við viljum að hann taki ábyrgðina með boltan. Stropus á Guðmundur er svo langt út á velli. Atli, já, þið missa boltan og við sáum það ekki. Í staðinn fá þeir dauða að fara í horninu og þarna fer þetta. Guðjón Baldur skorar og Arnór sér ekki að markið rautt, hann skorar. Þetta er íþrótt, 2 mínútur. Já, Guðmundur Hólmar fer þetta fast út á móti Arnóri og þetta er náttúrulega algjört óvilja verk en það gerist þegar menn er að fara á svona svakalegum krafti og þeir eru aðeins að ræða máli hvort að Guðmundur Hólmar sé að fá 2 mínútur eða rautt spjald. Ég held að þetta er bara 2 mínútur. Já, það var engin ásöndar í þessu, það er bara af því að Arnór er að koma á fullu gasi að þetta verður þetta alvarlegra heldur en annars. Sjáum. Mér sýnist þeir alltaf ekki að dæma. Nei, það er að sleppa Guðmundi. Já. Já, eða það á. Ok. Ég hef alls ekki náð að lesa í þá 2 í dag. Nei, ég er sammála því. Það er búið að Við erum að fá fréttir á því frá Eyjum að IBVF vann Gróttu með 1 því það að KA er öruggt í úrslitakeppnina þrátt fyrir tapir í dag. En það er það 2,5 mínúta eftir á leiknum og KA-lið kemur áfram í maður og mannvörn. Ragnar keyrir hérna miðjuna og Stropus smá vandræðum hérna. Hvar endar þetta? Það er fríkastið. Jájá, Allan krækist hérna í hann. Guðmundur Hólmar tilbaka. Höndin uppi. Ragnar. Dæmt skref á hann. Þarna Komasáðarnir, Óðinn í gegn, þetta er vantilega víti. Það er einhver spurning það. Stoppaði tíma, bíða menn. Á loksins stoppaði tíman.
Já, og nú Reynir að kalla dómarana til sín. Já, ég held að vanti mark á töflunni á Selfyssingum, eins og ég segi, það er nýr tímaður hjá okkur í dag og það er svona vill sem þau fylgja því að það séu kannski smá byrjunarörðuleikar en það er alltaf, eins og ég segi, fylgst vel með öllu. En þetta er því miður runnið okkur og hvað er Reynir að biðja að taka Mér sýnist að það byrja að heyra í HB Stat. Já. 28. Já. Já. 28. Já. Já, það sjáum þetta markið komið gjörglega inn. Það virðist að fara eitthvað fram hjá skráningunni en eða býttu nú við, markið ekki verið ekki þöfluna. Óðið skorar. Ja, 24-27 er þá staðan. Selfyssingar er í vandræðum, þeir eru bakka. Ragnar á Stropus er í vandræðum, höndur eru uppi, Stropus skorar og gengur þá endanlega frá þessu og það var einhver séns eftir. Allan Norberg losar hann á Óðinn, reynir að finna línur, gengur ekki. Guðmundur Ólmar yfir allan völlinn, skorar. Og Selfyssingar mega eiga það, þeir hafa bara einfallega spilað vel úr sínu. Já, þeir hafa náð að halda haus. Já, eins og ég segi, dómgast hann verið svona, við skulum ekki taka hartlega orða tekið, en hún hefur verið svona erfitt að lesa í hana og hérna stelur Tryggvi Þórisson boltanum og skorar. Og það er klálega farið meira í KA-liðið heldur en gestina. Patti með skotið, það steinliggur. Fyrsta markið hans Patta í leiknum. Og við sýnist að vera bara einfallega búið. Lokatölur 25-30, gestunum í vil. Selfyssingar fá risastór 2 stig. En blessunarlega er KA komið áfram í úrslitakeppnina. Þetta tap kemur okkur ekki að sök, þar sem að Grótta tapaði með minnsta mun í Vestmannaeyjum og Grótta getur því ekki lengur náð okkur að stigum, en vissulega ætlið okkur meira í dag heldur en að tapa fyrir Selfyssingum. Já, en Selfyssingar gerði bara mjög vel úr sínu. Já. Við skulum kíkja á tölfræðina. Sjáum hérna Óðinn Þór Ríkharðsson markaðastur með 6 mörk hjá KA-liðinu. Arnar Ísak einnig með 6 mörk, þau voru öll utan að velli. Óla Gústafsson með 3, Arnar Freyr 3 og Einar Birgir allir með 3 líka. Allan Norberg 2, Patrik Stefansson og Jón Heiðar Sigurðsson 1 og Nikola Satsvel er með 13 varin skot. Þar af 3 víti, en í 2 skipti af þessum 3 náðu Selfyssingar frákastinu og skoruðu. Sjáum svo gestina, Ragnar Jóhansson markast með 5 mörk, Herger Grímsson, Guðmundur Hólmar, Richard Einar allir með 4 mörk, Stropus 3, Atli Ævar, Guðjón og Tryggvi allir með 2. Og svo var í markinu var Viljus Rasimas með 9 varin skot. Þar af 1 víti, það vantar inn víti hjá honum. Við sjáum svo tölfræðina 25-30 sigur Selfyssinga. Skotlendingin betri á KA, 66% gegn 63, en KA-liðið hins vegar með 13 tapaða bolta og það kemur ekkert óvart, þeir hafði jafnvel verið fleiri í heldina. Og
Já, Selfyssingar með 2 dýrmætt stig, þeir fara upp í 26 stig og eru ennþá í baráttunni að ná heimalíka rétt í úrslitakeppninni. En já, ég held við höfum bara að fara að segja þetta gott hér í dag. Þökkum annars bara kærlega fyrir áhorfið. Það áfram nóg framöndan á KA-TV. Það blakveisla framöndan helgina sem að kvennalið KA að ég nokkuð viss eftir úrslit kvöldsins að fara að lyfta deildarmeistaratitlinum og katalið okkar að fara að berjast að koma sér úrslitakeppnina og KA Þór leikur sinn loka heimaleik í úrslit kvenna. Þannig að það nóg framöndan. Annars þakkum kærlega fyrir áhorfið. Ágúst Stefánsson heiti ég. Með mér var Baldur Halldórsson og útsendingur sá Stefán Jóhannsson. Annars takk fyrir áhorfið. Sjáumst þá. Bless.